þvert á heilbrigðiskerfið sem á að hjálpa okkur við að kortleggja mönnunina í dag sem og þörfina til framtíðar. Slík greining er forsenda þess að við náum heildstætt utan um mönnun innan heilbrigðiskerfisins og mun styðja við ábyrga ákvörðunartöku þegar kemur að menntun og mönnun. Þetta þarf að gerast í samvinnu við Háskóla-, Vísinda- og nýsköpunarráðherra og þar höfum við í sameiningu sett á stað forgangsaðgerðir í menntun heilbrigðisstarfsfólks. Þær snúa meðal annars að því að fjölga nemendum í heilbrigðistengdum greinum og áframhaldandi eflingu sérnáms lækna. Meðal þeirra aðgerða er einnig uppbygging færnibúða og hermisetra sem mun augljóslega nýtast vel til kennslu og þjálfunar klínískra vinnubragða en leið forsenda þess að hægt sé að fjölga nemendum verulega samhliða öflugri menntun. Heilbrigðisþjónusta á landsbyggðinni er fjölbreytt og hún er krefjandi. Heilbrigðisstofnun eins og ykkar gegnir gríðarlega mikilvægu hlutverki í bráðaþjónustu landsins. Í lok síðasta árs fór af stað starfshópur mönnun á landsbyggðinni sem á að koma með tillögur að leiðum til að jafna aðgang að ýmiss konar sérfræðiþjónustu óháð búsetu. Hópurinn á meðal annars að koma með tillögur að reglum, viðmiðum og leiðum til að gera veitendum heilbrigðisþjónustu kleift að nýta ákvæði í lögum Menntasjóð íslenskra námsmanna, ívilnanir endurgreiðslu námslána til þeirra sem taka að sér sérfræðistörf í dreifðum byggðum. Og ég er sannfærður að sá hvati mun hjálpa til við að bæta og styðja við mönnun heilbrigðisstarfsfólks á landsbyggðinni til skemmri og lengri tíma. Í lok síðasta árs skilaði viðbragðsteymi bráðaþjónustu í landinu skýrslu með 39 tillögum að bættri þjónustu. Í megindráttum snúa tillögur viðbragðsteymisins að því að efla og samræma bráðaþjónustu allt land, auka samvinnu milli stofnana, skilgreina viðmið gæði þjónustunnar, styðja við menntun og þjálfun viðbragðsaðila, innleiða skilgreiningar á viðbragðstíma sjúkraflutninga og fleira. Nú þegar hafa nokkrar tillögur viðbragðsteymisins komið til framkvæmda en jafnframt er unnið að tímasettri aðgerðaráætlun. Í takt við tillögur viðbragðsteymisins ákváðum við í lok síðasta árs að bæta og jafna tækjabúnað á bæði starfsstöðvum sjúkrahúsa, heilbrigðisstofnana sem og heilsugæslna á landinu öllu með fjárframlagi upp á 330 milljónir. Í tillögum viðbragðsteymisins er jafnframt lagt til að stofnuð verði bráða fjarheilbrigðismiðstöð sem ætlað er að stórefla faglegan stuðning við alla þá viðbragðsaðila sem sinna bráðaþjónustu allt land. Meðal annars við sjúkraflutninga og ekki síður heilbrigðisstarfsfólk á starfsstöðvum heilbrigðisstofnana í dreifðari byggðum. Samráðshópur sjúkraflug hóf störf í júní á síðasta ári en honum er ætlað að samþætta vinnu og viðbrögð þeirra aðila sem sinna sjúkraflugi á landsvísu ásamt því að meta faglegan ávinning af aukinni aðkomu þyrlna í sjúkraflugi. Hópurinn hefur meðal annars rýnt fyrirliggjandi gögn og gert tillögur að leiðum til að stytta viðbragðstíma og kanna viðhorf íbúa á landsbyggðinni þegar kemur að bráðaþjónustu. Þannig að hægt sé að vinna með þá veikleika og bæta þjónustuna. Kæru gestir, umbætur í starfsumhverfi heilbrigðisstarfsfólks er viðvarandi verkefni.
Á yfirstandandi þingi hef ég lagt fram 2 frumvörp sem snúa að starfsumhverfi heilbrigðisstarfsfólks. Annars vegar frumvarp hlutlæga refsiábyrgð sem ætlað að stuðla að bættri öryggismenningu og starfsumhverfi heilbrigðisstarfsfólks og hins vegar frumvarp hækkun hámarksaldurs heilbrigðisstarfsfólks sem meðal annars snýr að því að tryggja kjör og réttindi heilbrigðisstarfsfólks sem bæði vill og getur unnið fram yfir 70. Að lokum þá verð ég að fá að nýta tækifærið og minnast á lýðheilsu. En heilbrigðisþing síðasta árs var tileinkað lýðheilsu undir yfirskriftinni Heilsa eins, allra hagur. Kjarninn í lýðheilsustefnu til ársins 2030 að heilsuefling og forvarnir verði hluti af allri þjónustu innan heilbrigðiskerfisins. Með verkefninu og innleiðingu og aðferðafræði jákvæðrar heilsu hefur Heilbrigðisstofnun Austurlands verið leiðandi á sviði lýðheilsu og heilsueflingar innan heilbrigðiskerfisins. Af því megið þið vera stolt og ég vona að þið haldið áfram á þeirri braut. Kæru gestir, það eru sannarlega krefjandi tímar framundan á sviði heilbrigðisþjónustu. En leið, spennandi og heillandi verkefni. Ég vænti áfram mikils og góðs á áframhaldandi samvinnu og samtali við ykkur. Eigið góðan dag og gagnlegan fund. Og ég óska ykkur öllum áfram góðs gengis í ykkar mikilvægu störfum fyrir Heilbrigðisstofnun Austurlands. Góðar stundir. Við þökkum Willum Þór fyrir hans ávarp. Næstur á dagskrá Guðjón Hauksson forstjóri sem með ávarp. Þakka þér fyrir þetta, Steinunn. Það er aðeins að fá að ýta þessari. Ég vona að ég fæs ekki að fara með tæknimálinn alveg í vaskinni það. Upp og því. Þetta er allt hérna. Ég er nefnilega með mína eigin tölvu, sko. Svona. Komið í sæl og blessuð. Akkurat, sko. Kannski ætti ég bara að nýta og slökkna í það. Svona, þá er það allt saman komið. Ég bið ykkur að afsaka þetta. Sæl og blessuð öll sömul og verið hjartanlega velkomin á ársfund HSA. Bæði þið sem eru hérna í salnum en einnig þið sem eruð að horfa í streymi. Ég þakka ráðherra fyrir hans góða innlegg hér á undan. Árið 2022, eins og raunar öll ár, þegar að skipulagning og rekstur heilbrigðisþjónustu annars vegar, var viðburðaríkt. Heilbrigðisstofnun Austurlands veitir heilbrigðisþjónustu á öllum málefnasviðum íslenskrar heilbrigðisþjónustu innan 3 málefnasviða. Það sjúkrasvið, heilsugæslusvið og hjúkrunarsvið, auk sjúkraflutningasvæðisins. Eins og kunnugt góð heilbrigðisþjónusta okkur öllum mikilvæg og því þarf HSA að vera öflug stofnun og vel í stakk búin til þess að sinna hlutverki sínu. Öflugt starfsfólk og samvinna þess
er undirstaða allrar okkar þjónustu og því er mikilvægt að skapa starfsumhverfi og menningu sem styður við þá þjónustu sem okkur er ætlað að veita. Einn af þeim mælikvörðum sem við styðjumst við eru mælingar í stofnun ársins en á árinu 2022 tókum við nokkuð stökk upp á við og skipum nú efsta sæti meðal heilbrigðisstofnana. Það er niðurstaða sem við erum stolt af en við viljum hækka enn inn í framtíðina og búa þannig hnútana í starfsemi HSA að starfsfólk stofnunarinnar meti starfsemina og alla umgjörð utan hana þannig að við náum efstu sætum íslenskra stofnana. Til þess að það sé raunhæft þarf stöðuga umbótahugsun alla okkar starfsemi. Nokkuð sem við höfum sýnt að við getum vel viðhaft. Loftslagsmálin er málaflokkur sem skipar æ stærri sess í okkar starfsemi og tókum við stór skref þar árið 2022. Meðal annars með innleiðingu samgöngustyrks sem ásamt fjölmörgu öðru hefur leitt það af sér að nú er HSA fyrst heilbrigðisstofnana komin með 5 af 5 grænum skrefum og fylgjum við þar eftir forystuhlutverki HSA sem einnig var fyrsta heilbrigðisstofnun til þess að innleiða jafnlaunavottun. Á árinu 2022 var innleidd fræðsluáætlun starfsfólks og stjórnenda. Ráðist var í átak bættar starfsaðstæður en í könnunum stofnun ársins árinu þar á undan voru það þessi mál sem brunnu hvað mest á starfsfólki. Einnig voru sett 2 ný röntgentæki innan HSA og fjármagn fékkst til þess að kaupa nýtt tölvisneiðmyndatæki á umdæmissjúkrahúsi okkar í Neskaupstað. En þessi tæki munu gagnast okkur öllum vel. Þjónustu þörf við eldri borgara þessa lands og í raun allan hinn vestræna heim er að aukast og breytast. HSA hafði forystumgerð skýrslu þjónustu við þennan hóp einstaklinga á Austurlandi og var niðurstöðu þeirrar skýrslu fylgt eftir á árinu 2022. En þörf er á enn frekari vinnu innan þessa málaflokks til framtíðar. HSA er þar að mínu mati í einstakri stöðu til betri samþættingar og samfellu enda rekur HSA 5 hjúkrunarheimili vítt og breitt Austurland og í því geta falist fjölmörg tækifæri. Tækifærin felast meðal annars í auknum sveigjanleika fyrir okkar þjónustuþega þannig að ferðalag þjónustuþegans okkar þjónustu sé eftir þörf hans sjálfs en ekki á forsendum þjónustunnar sjálfrar. Til þess þurfum við aukinn sveigjanleika í heimaþjónustu og stór aukið samstarf við sveitarfélög á Austurlandi en þar bind ég vonir við góðan samstarfsvilja. Eins og komið hefur fram skiptir mönnun fagfólks heilbrigðisþjónustunnar sköpum þegar kemur að gæðum og aðgengi þjónustunnar. Mönnun er mikil og stöðug áskorun og innan HSA koma upp gloppur í mönnun sem geta valdið þjónustufalli. Eins og kom fram í máli ráðherra hefur hann skipað starfshóp sem ætlað er að fjalla öflugri sjúkrahúsþjónustu í dreifbýli og leiðir til tryggari mönnunar. Það er von mín að niðurstaða þessa starfshóps geti verið grunnur að bættri mönnun sjúkrasviðs HSA. Mikilvægt er þó að horfa til fleiri sviða þegar áskoranir mönnun er að ræða, enda er áskorunin ekki eingöngu bundin við eitt svið heilbrigðisþjónustunnar. Vinna þessa starfshóps er mikilvægt fyrsta skref og mögulega verður hægt að nýta niðurstöður þessa starfshóps víðar.
Undanfarin 6 ár hefur rekstur HSA gengið ágætlega og hefur HSA verið innan þeirra fjárheimilda sem stofnuninni hafa verið áætlaðir. En á árinu 2023 eru blikur á lofti og það ljóst að miðað við núverandi forsendur mun HSA ekki ná sama rekstrarlega árangri og undanfarin ár. Fyrir þessu eru ýmsar skýringar en góð samvinna okkar sem störfum hjá HSA og við heilbrigðisráðuneytið mun vonandi leiða til góðrar niðurstöðu þannig að ekki þurfi að koma til niðurskurðaraðgerða. Undanfarin ár höfum við reynt að leggja áherslu á aðferðafræði jákvæðrar heilsu innan HSA. Það hefur gengið ágætlega en á árinu 2022 voru útskrifaðir 3 einstaklingar sem hafa réttindi til kennslu aðferðafræðinnar. Það er einlæg trú mín að þankagangur jákvæðrar heilsu eigi fullt og raunar nauðsynlegt erindi inn í alla okkar heilbrigðisþjónustu. Heilsuefling og valdefling okkar þjónustuþega á alltaf erindi. Því það eru í okkar þjónustuþegar sem eiga þjónustuna sem HSA er ætlað að veita, en ekki við sem störfum við að veita þjónustuna. Við erum eins og hugtæki þjónusta ber með sér þjónar okkar skjólstæðinga. Við þurfum að stíga stærri skref hvað þetta varðar inn í framtíðina og gera enn betur en áður. HSA hefur sýnt það undanfarin ár að vera öflug heilbrigðisstofnun sem hefur þurft að sýna útsjónarsemi við veitingu mikilvægrar þjónustu. Þrátt fyrir fjölda áskoruna er það ætlun okkar að halda áfram á vegferð uppbyggingar og þróunar þjónustu íbúum Austurlands til heilla. Við gerum það með slagorð okkar að leiðarljósi, samvinna velferð, en það náum við ekki markmiðum okkar án góðrar og mikillar samvinnu. Kærar þakkir fyrir mig og ég hlakka til að eyða með ykkur deginum, bæði hér á ársfundinum og ekki síður á vísinda- og fræðadeginum sem fylgir hér í kjölfarið. Góða stundir. Við þökkum Guðjóni fyrir hans ávarp. Næsta dagskrá er Þórarna Gró Friðjónsdóttir. Hún er framkvæmdastjóri mannauðs og hún ætlar að fara yfir mannauðinn hjá HSA. Já, en get ég ekki nota bara tölvuna? Já. Já, takk fyrir. Komið sæl, ég heiti Þórarna og er framkvæmdastjóri mannauðs hjá HSA. Ég fékk það skemmtilega hlutverk í dag að segja ykkur frá ýmsu tengt mannauði Heilbrigðisstofnun Austurlands. Ég ætla að byrja að fara yfir nokkrar tölulegar upplýsingar. Helsta auðlindin okkar er mannauðurinn og þekkingin og reynslan sem hann býr yfir. Í heildina starfa 451 einstaklingur hjá HSA í 327 stöðugildum. Og síðasta ári voru gerðir 147 ráðningarsamningar og mikill meiri hluti eða 88% starfsmanna eru konur og 12% eru karlar. Í stjórnendastörfum innan HSA er kynjahlutfallið 71% konur og 29% karlar. Meðalaldur starfsfólks eru 44 ár og meðal starfsaldur er nokkuð hár eða 9,5 ár. Starfsfólkið okkar kemur víða að en hjá HSA starfa einstaklingar af 23 þjóðernum. Og á þessari glæru þá er þessi samantekt. Alla daga ársins og öllum tíma sólarhrings sinnir starfsfólk HSA þeim fjölmörgu verkefnum sem stofnuninni eru falin. Vellíðan og öryggi starfsfólks eru okkar hugleikinn og viljum við alltaf gera enn betur í þeim efnum. Mig langar að nota tækifærið og stikla á stóru yfir það sem hefur áorkað síðastliðið ár.
Framkvæmdar voru mánaðarlegar mannauðsmælingar í gegnum HR Monitor. Í stuttu máli gáfu þessar mælingar vísbendingu að samheldni og starfsánægja sé almennt mikil innan starfsmannahópsins en ímynd, stefnumótun og regluleg endurgjöf frá stjórnendum væri hægt að efla. Fyrir áhugasamt starfsfólk má finna niðurstöður HR mælinga undir þekkingarbrunni á Workplace. Eftir ábendingar bæði frá starfsfólki og stjórnendum að þessar mælingar kæmu of ört var ákveðið að framkvæma þær ársfjórðungslega árið 2023. Aðgerðaáætlun gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi fór í gegnum allsherjar endurskoðun og var ný aðgerðaáætlun gefin út í desember síðastliðnum. Settur var tilkynningarhnappur á heimasíðu HSA svo starfsfólk og jafnframt skjólstæðingar gætu með einföldum hætti tilkynnt atvik í gegnum snjallsíma eða tölvu. Í febrúar fór HSA í 5. sinn í gegnum endurúttekt vegna jafnlaunavottunar en hún sýndi að óútskýrður kynbundinn launamunur HSA afar lítill og frávik telst óverulegt eða 2,3% körlum í hag og fylgnin á milli starfaflokkunar og launagreiningar var 95,3%. Heilbrigðisstofnun Austurlands var ein af 11 opinberum stofnunum sem hlaut viðurkenningu Jafnréttisvogarinnar. Viðurkenninguna hljóta þau félög, stofnanir og sveitarfélög sem hafa náð að jafna hlutfall kynja í efsta lagi stjórnar. Við erum innilega stolt af viðurkenningunni enda jafnréttismál okkur hjartans mál. Jafnréttisáætlun HSA verður síðan endurskoðuð á þessu ári og send til rýni á Jafnréttisstofu. Við settum á laggirnar fræðsluáætlun HSA og markmið hennar var regluleg og almenn fræðsla væri í boði fyrir starfsfólk. Við höfum meðal annars fengið fræðslu fjölmenningu á vinnustað, mikilvægar hreyfingar og útiveru, mikilvægi svefns og fleira. Í haust síðan stefnan að fara í samstarf við Austurbrú við gerð fræðsluáætlunar en þau ætla að aðstoða okkur við að greina fræðslu þörf innan HSA og það mun vonandi leiða til þess að fræðsluáætlunin fyrir veturinn 2023 til 2024 ná að mæta væntingum og þörfum starfsfólksins enn betur. 45 stjórnendur fóru í gegnum stjórnendafræðslu hjá Kvan, þar sem var lögð áhersla á styrkleika, leiðtogahæfni, markþjálfun, liðsheild, starfsanda og erfið starfsmannasamtöl og var almennt mikil ánægja með námskeiðið meðal stjórnenda. Síðast en alls ekki síst afar ánægjulegt að segja frá því að í síðustu könnunum stofnun ársins mældist HSA hæst allra heilbrigðisstofnana á landinu og komst á sama tíma í fyrsta skipti yfir 4 af 5 mögulegum en heildareinkunnin var 4,021. Á glærinu má sjá hvernig heildareinkunn fyrir stofnun ársins hefur þróast á milli ára hjá HSA. Þættirnir sem vega inn í mati stofnun ársins eru stjórnun, starfsandi, launakjör, vinnuskilyrði, sveigjanleiki til vinnu, sjálfstæði í starfi, ímynd stofnunar, ánægja og stolt og jafnrétti og varð hækkun á öllum þessum þáttum nema launakjörum. Hækkunin var mest í þáttunum jafnrétti, vinnuskilyrðum, ánægja og stolti, stjórnun og í starfsánægju. Að okkar mati þá styður þessi niðurstaða að við séum á réttri leið en til að ná árangri skiptir öllu máli að laða til sín framúrskarandi fólk, ráða rétta einstaklinga í rétt hlutverk, skapa vinnuumhverfi þar sem starfsfólki líður vel, þar sem það fær að nýta hæfileika sín til fulls. Traust á vinnustað og sálrænt öryggi forsenda þess að byggja menningu þar sem hugmyndir blómstra, starfsfólk upplifir ánægju í starfi og keppist við að ná árangri. En slíkt skapar ótvírætt samkeppnisforskot og styður við þá alþjóðlegu áskorun okkar að manna heilbrigðisþjónustu. Takk. Við þökkum Þórunni fyrir. Næst á dagskrá Svava Ingibjörg Sveinbjörnsdóttir, framkvæmdastjóri fjármála, en hún ætlar að fara yfir ársreikning stofnunarinnar.
Getur setna hér eða hér. Hvað segir þið? Getur fyrir hérna fram og tilbaka eða bara hér. Það er hér. Ok, takk. Best að sko að vera að koma með gleru, það var, þú veist, getur ekki alveg hérna. En kæra samstarfsfólk og aðrir góðir gestir. Ég mun gera grein fyrir ársreikningi Heilbrigðisstofnunar Austurlands fyrir árið 2022. Heilbrigðisstofnun Austurlands er ríkisaðili í A-hluta sem sinnir heilbrigðisþjónustu á Austurlandi og veitir almenna heilsugæslu, sjúkra- og hjúkrunarþjónustu. Starfsemi Heilbrigðisstofnunar Austurlands nær frá Djúpavogi til Bakkafjarðar. HSA hefur tekist að vera með jákvæða afkomu á undanförnum árum þó viðsnúningur hafi átt sér stað á síðasta ári. En þá var afkoma neikvæð 336 milljónir. Og skipti sköpum fyrir HSA að geta flutt með sér 374,9 milljónir frá árinu 2021 til að halda rekstrinum gangandi. Heildarvelta HSA var 5,8 milljarðar sem er aukning 276,2 milljónir frá árinu 2021 og þetta jafngildir 5% aukningu á milli ára. Heildarvelta HSA var 5,8 milljarðar sem er aukning 276,2 milljónir frá árinu 2021 og þetta ég að segja þetta aftur. Þetta jafngildir, já, eins og ég sagði áðan. Ég sem sagt var hér og að fara hingað, afsakið. Fjárheimildir og rekstrartekjur ársins námu samtals 5,8 milljörðum og rekstrargjöld 6,2 milljörðum að teknu tilliti til fjármagnsliða. Á milli áranna 2021 og 2022 hækkuðu rekstrargjöld Heilbrigðisstofnunar Austurlands 840 milljónir eða 15,8%. Hækkunin stafar einkum af jákvæðri viðbót í starfsemi HSA og krefjandi verkefnum eins og yfirtöku 2 hjúkrunarheimila í Fjarðabyggð og verulega auknum kostnaði vegna sjúkraflutninga, öryggisgæslu, stofnanasamningsgerðs og almennum launahækkunum. Launagjöld voru langstærsti kostnaðarliður HSA á síðasta ári eða 67,5% heildargjalda. Meðalfjöldi stöðugilda hækkaði 27,1 stöðugildi á milli ára sem er jákvæð viðbót í öflugan hóp starfsmanna HSA. Bókfærðar eignir Heilbrigðisstofnunar Austurlands námu samtals 900 milljónum í árslok og lækkuðu 212,8 milljónir á milli ára. Inneign HSA hjá ríkissjóði lækkaði 232,3 milljónir á milli ára og að hluta til skýrist það vegna 100 milljóna sem dregnar voru af HSA vegna afstemmingar á greiðslulíkani í heilsugæslu. Höfuðstóll Heilbrigðisstofnunar Austurlands var jákvæður 381,1 milljón í árslok 2021 en afkoma stofnunarinnar á árinu 2022 var neikvæð 336 milljónir og er því hrein eign 45,1 milljón í árslok 2022. Að skila neikvæðri afkomu er ekki gott og krefst mikils aðhalds í rekstri, útsjónarsemi, aukinni kostnaðarvitund, tækninýjungum, teymishugsunum starfsfólks og góðri samvinnu við heilbrigðisráðuneytið. Með það að leiðarljósi treystum við að geta snúið rekstrinum í jákvæða afkomu að nýju. Góðir fundargestir, ég hef hér gert grein fyrir ársreikningi Heilbrigðisstofnunar Austurlands fyrir árið 2022. Ársreikningin í heild verður gerður aðgengilegur á heimasíðu Heilbrigðisstofnunar Austurlands. Þannig að ég vil bara þakka kærlega fyrir. Við þökkum Svövu kærlega fyrir þessa yfirferð. Næst á dagskrá er Nína Hrönn Gunnarsdóttir sem er framkvæmdastjóri hjúkrunar en hún ætlar að fara yfir starfsemistölur og gæðaviðmið.
Góðan daginn og gaman að sjá ykkur svona mörg. Ég fagna rosalega, þannig að ef þið viljið glöggva ykkur meira þá er sjálfsagt að hafa samband og ég mun reyna að svara þeim fyrirspurnum sem best og svo er þetta náttúrulega yndislestur líka. Þetta er starfssvæðið okkar eins og allir vita. Við erum á 3 sviðum og ég ákvað að skipta bara fyrirlestrinum upp eftir því. Við erum á heilsugæslusviði að sinna þessum, það eru skráðir á heilsugæslunar okkar 10.375 einstaklingar. Heildarfjöldin hefur aukist 84 á árinu, það er fækkun 8 skólabörn, en í hópnum 60 ára og eldri hefur orðið fjölgun 33. Ef við skoðum komur á heilsugæslu, ég veit að þessar tölu eða súlur eru skemmtilegar, þá sjáum við að í loka árs eru flestar komur, það eru örlítið minni komur í upphafi árs og þið sjáið að 2021 eru fleiri komur í byrjun árs. Ég held að þetta séu sveiflurnar í komum í október og nóvember þegar inflúensubólusetningarnar eru, þá eru náttúrulega komurnar sem flestar. Og ef við horfum inn á stöðvarnar okkar þá sjáum við þarna, þessi mynd segir okkur bara stærstu stöðvarnar okkar eru Egilsstaðir, Fjarðabyggð og svo í Neskaupstað og sveiflurnar eru alveg sambærilegar við heildartölurnar. Ef við horfum inn á hvaða fagstéttir eru að taka móti þessu fólki og við höfum viljað að blasta því að við erum með mikla teymisvinnu, við tökum á móti fólki með fagglerugu sem er að mismunandi fagstéttum og það eru hjúkrunarfræðingar, læknar og sjúkraliðar sem eru stærsti hópurinn og ljósmæður sem eru, eða læknar, hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar sem eru með flestar komur og það er kannski bara eins og hefur verið, en það eru, þið sjáu hvað eru komnar margar fagstéttir í heilsugæslu sem taka á móti og það er bara einstaklega áhugavert og ánægjulegt. Í gær vorum við á fundi með sjúkratryggingum og ráðuneytinu gæðaviðmið í heilsugæslu og greiðslulíkanið okkar og þá kom einhverjum á óvart að við værum með heilsueflandi móttökur, þannig ég bara gat ekki annað en að setja eina glæru heilsueflandi móttökur. Hér eru fjöldatölur síðustu 2 árin, þannig það er talsverður fjöldi og þarna skiptnir og greiningarnar okkar úr greiðslulíkaninu, bara svona fyrir nörda. Ef við horfum á sjúkraflutningana, að þá voru 1456 sjúkraflutningar á árinu, flest útköllin eru í Fjarðabyggð eða 723, 580 frá Egilsstöðum og svo færri frá Seyðisfirði og Vopnafirði. Við erum með sjúkraflutninga í samning við Fjarðabyggð sjúkraflutninga í Fjarðabyggð sem sinna þjónustunni frá Djúpavogi í Neskaupstað. HSA sinnir sjúkraflutningum sinnir sjúkraflutningum á Egilsstöðum. Björgunarsveitin Ísólfur sinnti Seyðisfirði á árinu 2022 þó hafi orðið breyting á núna og á Vopnafirði samningur við Brunavarnir Austurlands. Ef við skoðum hvert þessi sjúkraflutningar fóru að þá eru þeir flestir á umdæmissjúkrahúsi okkar í Neskaupstað. 154 þeirra voru síðan á flugvöllinu á Egilsstöðum og út úr umdæminu okkar voru 39 flutningar. Ef við skoðum svo ef ég fer yfir í þjónustukönnun Maskínu sem var að taka út heilsugæslu þjónustuna okkar, að þá voru það 61% sem báru mikið eða frekar mikið traust til starfsmanna í heilsugæslu.
mjög ánægðir eða fremur ánægðir með þjónustuna voru 57,5%, 74% töldu að mjög vel eða frekar vel væri leyst úr þeim erindum sem að þeir komu með til heilsugæslunnar og 86,3% fengu hentugan tíma innan viku. Þannig að ég ætla bara að segja vel gert. Þú veist, já, þið sjáu hvað mikið fyrir gegn, en þetta er vel gert. Þessi könnun fór fram síðasta haust. Þannig að nú ætla ég að skipta yfir á sjúkrasvið og sjúkrasviðið okkar fer mest fram í Neskaupstað. Sjúkradeildin er með 23 rými, þar til 13. desember síðastliðinn, þá voru þeim fækkað niður í 12 og þannig er það ennþá. Það var gert vegna manneklu. Meðalfjöldi sjúklinga á dag eru 15,7, það voru 15,2 2021. Meðallegur, fjöldi þeirra sem skipta sem er lagst inn voru 93 meðan við 92,8 21 og meðal fjöldi legudaga voru 4,48 meðan við 4,11 árið og undan. Þannig við sjáum að starfsemin er heldur að aukast. Það voru 54 fæðingar á síðasta ári meðan við 60 árið og undan. Og ef við sjáum þessu skipt niður á mánuðina að við ætlum alltaf í júní, júlí, ágúst að miða við sumarlokanir og það séu 12, þið sjáu hvað tekst rosalega vel. Það er greinilega mikil starfsemi á sjúkrasviðinu okkar að sumrinu. Ferilverkin, það er alveg sama sagan, við reynum að loka skurðstofunni í júní, júlí og ágúst nema bara mjög takmarkað starfsemi. Það er samt sem áður, það er aðeins samdráttur í júlí og ágúst, annars er þetta svona í kringum 80-90 inngrip þarna í ferilverk eru skráð bæði lyfja, þetta er samsafn af tölum fyrir skurðstofuna og fyrir lyfjagjafir og dagþjónustuna á sjúkradeildinni. En við skoðum ferilverk, já þarna er ég búin að tala það sýnatökur á rannsóknardeildunum, þá er þetta Egilsstaðir og Seyðisfjörður, það voru 9.839 rannsóknir gerðar, röntgenrannsóknir voru tæplega 2.000 og sneiðmyndatökur voru rúmlega 1.000. Þannig það er ansi mikil starfsemi sem fer fram á sjúkrasviðinu okkar. Ef við skiptum yfir á hjúkrunarsvið, að þá erum við með 5 hjúkrunaheimili eins og kom fram í máli Guðjóns áðan. Það eru 36 rými á Dyngju, það er af 32 hjúkrunarrými og 4 sjúkrarými. Það eru 18 í Fossahlíð, í Neskaupstað eru 10, Hulduhlíð með 20 og Uppsölur 20. Meðalfjöldi íbúa á mánuði og þið sjáu að það er meðalfjöldi, það er ekki það að það séu skipt fólki í hluta, heldur einhver komið inn í staðin fyrir aðra sem hafa útskrifast. Nýtingin hefur verið best í Hulduhlíð og svo Uppsölum. Fyrst á Dyngju var erfiðleikar með mönnun, þannig nýting þar er 81%, svo höfum við verið í því ástandi núna að við höfum verið að bjóða pláss á Dyngju, en þá höfum við ekki fengið fólk til að samþykkja langtímarými, þannig að við erum talsvert núna með hvíldarinnlagnir á hjúkrunarheimilunum okkar. Þannig að biðlistin okkar í færni- og heilsumatinu fólk hefur ekki verið að þiggja langtímarýmin. Og það er samnefnt fyrir flest hjúkrunarheimilin. Þyngdarstuðullinn okkar er metinn eftir reykvarða sem er gerður á öllum hjúkrunarheimilum á landinu. Við erum núna með sveiflast, þetta er ekki sveifla, þetta er frá 1,02 yfir í 1,03 sem er síðasti, þetta er gerður mat
þrisvar á ári. Stelpur, viljið þið laga ef ég er að segja vitleysu? Er þetta ekki þrisvar orðið, ekki 4 sinnum? Þrisvar. Japs. Já. Þetta eru 3 matstímabil á ári og landsmeðaltalið er 1,22, þannig við erum með, ef við getum sagt það, við erum með frekar léttan þyngdarstuðul miðað við landsmeðaltal. Ef við förum yfir í gæðavísana og það er farið betur yfir það í ársskýrslunni, ég ákvað að setja þarna upp þá sem skera sig úr, annars vegar það sem að við erum með gæðavísa sem eru yfir viðmiðunarmörkum, þeir eru 3. Það er algengi hegðunarvandamála gagnvart öðrum, algengi notkunar á lyfjum sem eru fleiri en 9 og algengi þvagleggja. Síðan er það sem að við stöndum okkur framúrskarandi að við erum ekki að nota líkamsfjötra. Í heilbrigðisþjónustu, og það kom fram í máli ráðherra hérna áðan að varðandi öryggismenningu og hann er að setja fram frumvarp um það, að þá verða atvik í heilbrigðisþjónustu og við höfum verið að leggja áherslu á skráningu á atvikum og höfum verið að gera skurk í bara verklagi atvik og þið fáið frá mér og Katrínu oft póstavinsalegast yfirfarið atvik og annað slíkt. Þetta er úr því. Á síðasta ári voru skráð 179 atvik á deildum HSA þar sem 91 einstaklingur urðu fyrir atvikum og það urðu 2 mjög alvarleg atvik, 4 alvarleg, miðlungsalvarleg eru 12 og það eru alltaf markmið okkar að þessi atvik verði ekki, en mest þurfum við að læra á þeim atvikum sem verða, skrá þau og rýna. Það er náttúrulega tilgangur með að við séum að skoða þau. Ef við skoðum á hvaða part dagsins þau verða, þá verða langflest á dagvinnu tímanum. 116 verða eru skráð á dagvakt, þar sem 76 einstaklingar verða fyrir atvikum. Þau eru 42 á kvöldvakt, þar sem 28 einstaklingar verða fyrir atvikum. Á næturvakt eru 21 og 11 einstaklingar sem verða fyrir þeim. Svo mörg voru þau orð, bara kærar þakkir fyrir og bara góða skemmtun í dag. Takk fyrir þetta, Nína. Næst á dagskrá er Borghildur Fjóla Kristjánsdóttir. Hún er rekstrarstjóri í Neskaupstað og verkefnastjóri Grænna skrefa og hún ætlar að fara yfir vegferðina hjá HSA í grænum skrefum og grænu bókhaldi. Ég er með lykil, það er bara spurning, má ég taka þína úr? Svona. Ok, heyrðu, allt í lagi, ég nota bara tölvuna, ekkert mál. Góðan daginn. Allt, ok. Nú ætti þetta að vera komið í lag. Ég tók sem sagt fjárstýringuna úr sambandi til að koma glærunum í. En eins og Steinn sagði, þá heiti ég Borghildur Fjóla og ég ætla að kynna fyrir ykkur niðurstöður græns bókhalds HSA fyrir árið 2022. Og grænt bókhald, græn skref í ríkisrekstri eru umhverfisstjórnunarkerfi fyrir ríkisstofnanir sem að vilja draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum af starfsemi sinni og efla umhverfisvitund starfsmanna
og stofnanirnar sem að skrá sig til leiks að þær sem sagt fylgja gátlistum og þessum gátlistum skipt upp í 5 skref þar sem hverju skrefi eru 20 til 40 aðgerðir sem að þær þurfa að innleiða í sinn rekstur og geta svo fengið yfirferð á þessum listum og vottanir ef að þær ná því. Og þessar aðgerðir þær miðast svona við almenna skrifstofurekstur en hafa verið bara aðlagðar alls kyns rekstri og meðal annars heilbrigðisþjónustu. Og já, eins og ég sagði, þegar hafa lokið 90% aðgerða í hverju skrefi að þá fær maður úttekt Umhverfisstofnunar og viðurkenningu. Og Heilbrigðisstofnun Austurlands lauk við skref 3 og 4 á árinu 2022 og hefur reyndar lokið öllum þessum 5 skrefum núna. Og við ætlum aðeins að skoða bara lykiltölur úr grænu bókhaldi og grænt bókhald svona svolítil afurð þessara skrefa og það bara vegferð sem við munum halda áfram í. Og hérna eru skrefin sem að þið ættu öll að kannast við á ykkar starfsstöðum að þá á að vera svona rammi með skrefunum sem eru komin. Og skrefin sem sagt skiptast í 7 flokka sem að við erum að horfa á þegar að við erum að vinna í þessum aðgerðum. Og fyrst að miðlun og stjórnun sem að snýst þá bara að allar þessar verklagsreglur sem að snúa umhverfismálum séu í lagi. Og það innkaupin okkar að við hugum að umhverfismálum og sjálfbærni þegar við kaupum inn til stofnunarinnar. Samgöngur, hvernig getum við haft samgöngustofnanirnar á sem vistvænastan máta. Rafmagn og húshitun, hvernig höfum við það sem best. Flokkun og minni sóun og svo viðburðir og fundir eins og þessir. Hvernig getum við haft svona fundi eins sjálfbæra og við mögulega getum. Engin einnota kaffimál og þess háttar. Þannig að þetta allt eitthvað sem við þurfum að huga að og eins eldhúsin okkar og kaffistofunar að það sé allt eins sjálfbært og við mögulega getum. Og skref 1-4 þau innihalda aðgerðir sem eru þá bara að koma að þessum málum og svo 5. skrefið og þá eru það verklagsreglunar sem eru allar staðfestar. Markmið verkefnisins að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum af starfsemi Heilbrigðisstofnunar Austurlands, efla umhverfisvitund starfsmanna, auka vellíðan starfsmanna og bæta starfsumhverfi þeirra, draga úr rekstrakostnaði og innleiða áherslur í umhverfismálum sem þegar hafa verið samþykktar og gera aðgerðirnar okkar umhverfismálum sýnilegar. Og hvað grænt bókhald? Það það sem við ætlum að fara yfir hérna eftir og það hluti af þessum grænu skrefum og afurðin eins og ég sagði áðan og markmið þess að taka saman tölulegar upplýsingar hvernig innkaupum á ýmsum rekstrarvörum og þjónustu háttað og með því að taka halda þetta græna bókhald að þannig getum við haldið utan magn losunar og við erum alltaf að skoða þannig að við skoðum niðurstöðunar í græna bókhaldi þá erum við að skoða losun koltvísýrings á stöðugildi hjá stofnuninni þannig að þetta alltaf það mæleiningin okkar við erum alltaf að skoða losun á koltvísýring og það að halda grænt bókhald grundvelli þess að stofnun geti sett sér loftslagsstefnu þar sem hún setur sér rauninni mælanleg markmið samdrátt losunar á tilteknu tímabili. Og hlutverk HSA í þessum loftslagsmálum. Heilbrigðisstofnun Austurlands stefnir á að vera til fyrirmyndar í loftslagsmálum með því að halda neikvæðum umhverfisáhrifum af starfsemi stofnunarinnar í lágmarki. Og samkvæmt gildandi loftslagsstefnu sem samþykkt var árið 2023 ætlar HSA að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda á stöðugildi 40% fyrir árið 2030. En HSA hefur verið þáttakandi í grænu skrefum frá 2016 og skilað grænu bókhald til Umhverfisstofnunar frá árinu 2019. Setti sér fyrst loftslagsstefnu 2021 og var hún svo endurskoðuð núna 2023. En þetta flókin starfsemi og margþætt og fer fram á 13 starfsstöðum þannig að áskoranirnar í umhverfisvænu rekstri eru töluverðar og fyrir rekstur eins og okkar þá eru til dæmis bara samgöngurnar, akstur og flugur stór þáttur og þar getum við helst lagt það til að fjölga vistvænum bílum í bílaflotanum okkar og
og eins með bílaleigubíla huga að því að við séum bara að taka vistvæna bíla og með flugsamgöngunar að við notum ákvörðunartré og höfum það í huga hvort að við þurfum að mæta eða getum verið í fjarfundi. Úrgangur, sjúkrahúsrekstur er líka bara flókinn þegar kemur að úrgangsmálum. Það margt í okkar rekstri þess eðlis, það er bara óflokkanlegt eða sóttmengað, en þar getum við lagt áherslu á rétta flokkun og rétta meðhöndlun úrgang. En hérna sjáum við bara heildarlosun gróðurhúsalofttegunda hjá HSA fyrir 2019 til 2022 og þetta er sem sagt fyrir flokkana akstur, flug, úrgang og rafmagn og losunin eins og þið sjáið hefur aukist lítillega, þetta er hvort að, hérna pointer, en það er sem sagt fyrst og fremst í rauninni vegna aukningar í flugi. Þetta var 2020 og við vitum öll af hverju var ekkert flogið 2020, en svo erum við sem sagt bara aftur að komast á kannski það ról sem við vorum áður. Og hér eru svo gröf fyrir hvernig samgöngur og akstur hefur þróast. Heilbrigðisstofnun Austurlands er að reka 30 bíla og auk þess sem að við keyrðum bílaleigubíla 60.000 kílómetra árið 2020. Og samdráttu, við erum samt að standa okkur betur þegar kemur að akstrinum, eða losun vegna aksturs. Og það snýr meðal annars að þeirri aðgerð að við reynum að taka rafmagnsbíla ef við tökum bílaleigubíl og ef við kaupum inn bíla þá leggjum við upp með að þeir séu vistvænni heldur en þeir bílar sem voru áður. En losun vegna flugs er bara, hún alltaf hrapar hérna 2020 og er komin hingað núna 2022. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að horfa á og vera meðvituð um. Þá er það úrgangurinn og Heilbrigðisstofnun Austurlands, hún losar, eða það fellur til það bil tonn á viku af úrgangi sem sýnir okkur að það er mjög mikilvægt að þetta sé flokkað. Þetta er töluvert mikið magn. Og árið 2022 þá fellur til 56.665 tonn af úrgangi, en það sem er jákvætt, endurvinnslu hlutfallið okkar hefur aukist alveg gríðarlega, úr 25,9% árið 2021 í 41,1% 2022. Þannig að við erum bara að gera mjög vel þarna og þetta veldur, verður til þess að þrátt fyrir að heildarlosunin okkar hafi verið töluvert meiri heldur en árið áður, að þá erum við samt að þá er kolefnislosunin okkar minni. Og þetta er bara vegferð sem ég hlakka til að sjá áfram. Orkunotkunin, eins og ég sagði áðan að þá er hluti af starfsstöðvunum okkar á köldum svæðum sem skýrir að hluta til mikla kolefnislosun vegna rafmagnsnotkunar og það er alveg þannig að meðal heilbrigðisstofnana erum við með mesta kolefnislosun vegna rafmagnsnotkunar, en þar þetta er bara eitthvað sem við þurfum að horfa á. Þarna er dæmi aðgerðir og grænum skrefum til að draga úr orkunotkun. Það er að nota okkur orkusparandi leiðbeiningar og reglulegt eftirlit með stillingu og loftræstingu á ofnum og hafa bara alltaf í huga að við séum ekki að stilla ofnana okkar á hátt og svona hugum að því að við þurfum að fara vel með þessa auðlind sem við eigum. Og markmiðin okkar, þau eru ekki lítil. Í loftslagsstefnu HSA er stefnt að því verði fyrirmyndir í loftslagsmálum eða að draga markvisst úr losun gróðurhúsalofttegunda og það er sem sagt að við ætlum að draga saman 40% fyrir árið 2030 sem er bara sama markmið og ríkið hefur, það er 40% í 2030. Og hér erum við búin að greina þetta eftir flokkum og þá getum við séð að aksturinn er 70%, flug 10%, úrgangur 40% og rafmagn 15%. Og það er bara þeir flokkar sem við getum haft langmest áhrif á er aksturinn með vistvænni bílum og úrgangurinn með réttri flokkun. Þarna eru tækifærin okkar til að hafa áhrif. Og hér má svo bara sjá nauðsynlega meðalsamdrátt á ári til að ná þessu markmiðum. En
það er samt gaman að segja frá því að þó að þetta hafi verið skýrsla fyrir 2022 að þá þann 17. mars 2023 náðist sá frábæri árangur að Heilbrigðisstofnun Austurlands lauk öllum 5 skrefum grænna skrefa fyrst allra heilbrigðisstofnana. En helstu áskoranir Heilbrigðisstofnunar Austurlands er fjölbreytni og staðsetning vinnustaðarins og því þarf að horfa til margra þátta þegar kemur að umhverfismálum. HSA er einn af stærri vinnustöðum Austurlands og mikilvægt að hann gangi á undan með góðu fordæmi í þessum efnum. Megin hlutverk HSA er að veita íbúum Austurlands alhliða heilbrigðisþjónustu og hefur sú starfsemi óhjákvæmilega í för með sér nokkur umhverfisáhrif, enda fellur mikið til af óflokkanlegum úrgangi, við notum lyf og önnur varasömefni og dreifing stofnunarinnar stórt svæði krefst mikilla flutninga á starfsfólki og búnaði milli svæða. Margt er þó hægt að gera til að draga úr þessum umhverfisáhrifum eins og kostur er og mikilvægt að allir starfsmenn og stjórnendur séu upplýstir og verkferlar skýrir með það í huga að umhverfisvitund sé auðvelda leiðin í okkar starfsemi. Takk fyrir mig. Eitt að lokum áður ég fer að því að við erum svo ótrúlega ánægð með að hafa náð þessum 5 skrefum að í lok vísindadagsins og eftir ætlum við að ná mynd af öllum með skrefin fyrir framan okkur. Þannig að ekki fara áður en við tökum mynd. Takk fyrir þetta, Borghildur Fjóla. Þá er dagskrá ársfundarins tæmd og nú tækifæri til þess að koma með spurningar. Einhver sem vill spyrja að einhverju varðandi starfsemina? Nei, mér sýnist ekki. Herðu, þá bara... Hvað segirðu? Viltu spyrja? Nei. Herðu, þá þakka ykkur öllum fyrir komuna, bæði ykkur sem eru hér á staðnum og þeim sem hlýddu á í streymi. Og ég segi þá hér með ársfundi Heilbrigðisstofnunar Austurlands slitið.